Hvað merkilegt í Helsingi? Það kirkjur, fullt af kirkjum og ég veit ekki meir. H&M? H&M, stór H&M-búð, fín H&M-búð og fleiri kirkjur. En og við erum búin að vera hérna í 4 tíma cirka og við erum búin að skoða alla Helsingi. Dómkirkjan, Kathídral. Önnur kirkjan sem við skoðum í dag og það eru ekki fleiri kirkjur á dagskrá. Jú, það er eini viðbót. Leiðin á hostelinu. Já, leiðin hérna á hostelið, það er ein. Þar með er kirkjutúrinn búinn í Helsingi. Og á morgun verður það bara húllum hæ í amusement park. Og Sea Park. Já, Sea Park, já. Þar sem við höfum skoðað alla túristastaði í dag. Þar sem við erum búin að rölta Helsingi og skoða alla Helsingi á bil 5 tímum með mat og bjórdrykkju. En ég hugsa að ég kom ekki aftur til Helsingi. Nei, ef þið haldið brúðkaupi hér þá var léleg mæting. Þá mætum við held ég. Allavega ekki ég, við erum heima. Ekki nema að Helsingi hafi breyst verulega. Já. Pínir áttrætt. Við séum hana fyrir upp. Það er flott fyrir það. Fínn dagur í dag. Búin að fara, já, við sváum frá hádegi. Ekki því. Og svo fórum við í að leita okkur að borða. Það gekk nú ekki alltaf vel. Engin bakari í Helsingi. Engin bakari í Helsingi. Jú, það er nú eitthvað en það var bara ekkert spennandi. Það er ekki hvergi hægt að fá svona rúnnstykki með osti eða eitthvað þar. Það er ekki hægt. Engin kókumjólk. Engin kókumjólk. Herdís grét sig í svefn í gær. Yfir því. Svo fórum við í Tivoli. Við erum búin að vera þar í það bil 5 klukkutíma. Svaka stuð. Dró Herdís í rússíbana sem hún þorði ekkert í en lét sig hafa. Og nú liggjum við bara í einhverjum garði og í sólbaði og erum að slaka á. Já, við Herdís ákváðum að búa til dálítið til að skilja eftir okkur í Helsingi. Og já, við steyptum mótuðum elg úr steypu og hér er hann. Loksins erum við komin til Tallinn og erum að koma fyrir svona hálftíma. Það er bara að chilla, bíða eftir liðinu, fá okkur bjór. En annars erum við bara að bíða eftir að komast í bublubað. Við komum að landi og þetta virðist vera eitthvað óperuhús eða leikhús eða eitthvað. Við höldum þetta sé leikhús og það mætti okkur svona strolla af fólki, bara svona 1000 manns eða eitthvað. Nei, ég segi það kannski ekki. En það voru allir svona tiltölulega fínir og við héldum að fólki hefði verið bara dáleitt að einhverjum geimverum eitthvað og við skildum ekkert hvað er í gangi hérna. Og það voru allir að koma á móti okkur og það var eins og fólki kæmi upp úr götunni sko. Mjög undarlegt. En svo fórum við að skoða betur og
og komumst að þetta væri líklega leikhús eða eitthvað þess að þar. Og það sunnudagur, við vorum ekki átt okkur á því og leikhúsið var líklega að byrja 2-leytið. Þetta var svona rétt fyrir 2, kortir í 2 sem þetta gerðist. Og við erum svona að jafna okkur andlega á þessu og við vorum næstu því hlaupin á brott. Það munaði mjög litlu að við myndum bara flýja þennan stað. Til Helsingi. Já, til Helsingi aftur, en það er ekki staður sem við ætlum að fara á aftur. Þannig að líklega hefðum við endað með því að synda til Svíþjóðar eða eitthvað. Ég held að það sé skárra sko. Við Herdís erum búin að finna hérna hvaðan Stöð 2 fekk logoð sitt, nýja. Þetta hérna rauða og gula. Og við erum að kæra það og fá hérna svona 2 afreglara og ótakmarka áskrift í 100 ár. Merkið er þarna. Skál. Ef þetta er eitthvað, þú veist, hvað er þetta mikið? Það er góðan bara. Það heitir það ókýrlega á. Hvað var að hugsa að köpa 2 svona? Þetta er eitthvað cactus lime. Hvað er þetta? Hilmar Kristjánsson, kærastinn með Herdísar. sem var í Finnlandi með. Við leikum í heimildamyndinni Finnland, land dauðans. Og við komum það til Tallinn og erum að drekka Saco Original. Hvað segir þú um það? Nýstaflegar aðferðir við þurrkun á þvotti. Já, langbest er svona stórt þurrkunarbakar. Mér finnst þetta bara ofsalega fallegt. Efri bæinn hérna í Tallinn. Gamla Efri bæinn. Efri gamla bæinn. Já, efri gamla bæinn. Og lýðurinn er hérna niðri. Almúginn. Almúðurinn. Almúðurinn. Nýbúin að kaupa grímbúð hérna, Kalli. Herdís, með gestaherbergi. Finnst það gestaherbergi er eiginlega betra heldur en... Já, við viljum hvað gesturinn að líða vel. Hvað gesturinn að líða vel. Komdu. Annar hæð, vestra hæð. Það er svona eldafnum. Til er í líkandi hérna. Gangi í bæinn. Afsakið ruslið hérna.
Svona þvottur og snúrum og svona smá teiti í gærkvöldi. Það Ari minn. Já. Íbúðin er mjög rúmgóð. Hérna eru 2 herbyggi. Baðherbyggi, svefnherbyggi og annað svefnherbyggi. Það eru 3 herbyggi. Ef við lítum aðeins inn í eldhúsið. Eldhúsið mýr er frábæri viftu, örbylgjuofni og ísskáp. Sakku er svona tedrykkur. Og hérna inn í herbygginu okkar stötu hjóna er innangengt inn í gestaherbyggið. Við erum að geta gengið inn í gestana þar. Við sem að fengið ljós hérna. Komin í gestaherbyggið. 9 skápar, fullt af þetta geimadrasl. Og svo kannski bara hérna svona skemmtilegasta hérna við íbúðina er klósettið og þvottahúsið. Hér er nuddbakar. Pláss fyrir 4. Og svo er þetta bara komin hérna aftur í stofu. Það voru að ræða hvað bjórinn kostaði lítið. Það er svona lítil dós á 25 krónur. Ég held að það sé málið að flytja enga bara. Eða 11 árum hér. Fá sér góð internettengingu, vinna einhverja vinnu á Íslandi. Þetta var alltaf eftir að breytast 2007 sko, þegar það taka upp evruna. Að þá flæðir yfir sko, já hvað að segja, verðhækkanir. Þegar komið mikið að breyta með það. Já. Það er meira að drekka. Það er meira á. Það er svo eitthvað þreytt eftir göngutúrinn. Það er svo erfitt að vera svona lítill. Maður þarf að sofa svo mikið. Er það ekki? Mér finnst það. Já, Tallinn samanburður við Helsingi er, hvað ég að segja, ef Helsingi fær 3 sem borg, þá fær Tallinn, ja, segjum að Tallinn fái 10, þá fær Helsingi 2. Svona bara sem skala, sko. Hérna aðeins neðar í götunni, það er íbúðin okkar hérna í Bleikahúsinu. Á annarri hæð. Hvað ertu að taka mynd af þessu turni þarna? Hann er... Þetta er kanon. Þetta er kanon. Franskar og stóra kók! Já, tekur þetta pínu minn? Ok, takk. Stónin voru fínt. Ég veit ekkert þetta. Mér finnst það bara áhugavert að sjá mústinina innan í glugganum. Já, fyrir hér.
Þarna uppi stytta af kalli, mjög perraleg. En sagan segir að þarna hafa búið hjón, gömul hjón. Svo dó maðurinn og hann lagði það í vana sinn að horfa á konurnar í næsta húsi. Og það sem að konan hans elskaði hann svo mikið, þá ákvað hún að búa til stytta á honum, láta hann að vera hann uppi, þannig að hann gæti horft á stelpunnar í næsta húsi. And in this leg of the race, they get 50 kroons to go into Rimi Hypermarket and buy what they want. Við erum að leiðin í skipið. Fórum í Nóatún. Þarna í rétt hjá Kópavogi. Fyrirgrönd. Alltaf stór búð. Í þak yfir höfuð í kvöld ætlum við að líta á, hvað er þetta? Svona 4 manna íbúð. Íbúðin er þeim hæfileika gædd að geta hýst 4 farangur plús yfirhafnir og, já, bjór. Skál. Skál fyrir því. Já, og þetta rúmast allt mjög vel hérna inni. Þetta er það bil 5 fermetrar stærð og það eru 4 rúm, stigi, hengdur upp snirtilega hérna vegginn og 4 svefnljós ásamt útvarpi, innbyggðu útvarpi hérna sem er stillanlegt. Íbúðinni fylgir spegill, glerspegill meira að segja, og læsingarnar á íbúðinni eru sem sagt kortalæsingar. Það rúmast vel 4 hérna inni. Þetta er mjög rúmgott. Hvað er verðið á þessari íbúð? 1000 krónur á mannin, kannski. Nóttin. Nóttin. Já. Frá 7 til 8, 9 morgunin. En hvað með staðsendingu? Staðsending er mjög færanleg íbúð. Þú getur fengið svona íbúð alveg frá Rostock til St. Petersburgar. Bara ræður. Já. Kaupir þá bara 1 legg eða alla leiðina. Sprinklarkerfi. Sprinklarkerfi, það heitast það í dag. Öryggiskröfur og loftræsting. Svo kannski fólk gerir sér gefur sér rétta mynd á sig, þá er lofthæðin svona rosa góð. Það réttnaður upp í loft. Þetta er fyrir neðan sjávarmál á fyrsta tilfæri, fyrir neðan bílana. Það eru 2 bílatilför fyrir ofan okkur. Það er ekki 1, það eru 2. Við komumst ekki neðar. Nei, við erum bara rauninni ofan í sjónu núna. Já. Það er engin gluggar. Við erum alveg í mínus En- 3. hæð. Já. Þessi skítugi spegill stækkar herbergið. Það gerir rosalega mikið fyrir herbergið. Já. Já, svona íbúð 1500 kall kannski. Nakalaka kakalakana. Ja, minipussa Jussara kukulare. Hvað villir í dauðans? Fuck, Mr. Bjór. Mr. Bjór. Ætlaðu að fá bjórinn, annars hellist hann niður. Ég held að það gerist ekki meira svona, þú veist, kojafullir standi ekki betur undir nafni en í þetta skrifti. Það er hérna 1 koja, Já. 2, 3 sem þið sitja á og 4. 4 kojur á 4 fermetrum. Það er koja á fermetra. Ég held það. Það gerist ekki betra. Ekki einsinni það því að það er skarast. Við erum bara að fara að skipta yfir ekki rúblur á eftir. Eftir að sjá hvernig það gengur. Veltandi upp hana, hvað eru við? Veltandi upp 4 tilför. Barinn er ennþá opinn. Það er ennþá fullt af bjór eftir og fullt af snakki. Nóg að gerast hér í kvöld. Já. Wish you were here.
skemmtiatriði hér í þessari káetu í kvöld verða með fjölbreyttara móti. Já. Fyrst skulum við byrja við að spila feluleik. Fyrir mig feluleik. Það verður feluleikur. Svo verður kannski eltingleikur. Og hvað, fleiri leikir? Já, ég var... Lokkabóa. Lokkabóa. Og ég var að hugsa yfir líka. Yfir? Já. Ég til í yfir. Þá samt frekar þegar við fyrir að síðu seinni partinn. Já, ég hugsaði það. Já. Einu sitt og svo... Eina krónu? Músana... Eina krónu? Við getum farið í eina krónu. Stíin er fínt sem stauð til dæmis. Ein krónu, já. Við getum kannski farið í hérna... Dimma lim. Já, veit. Það er svona frís svona. Hlaup í skarðið. Hlaup í skarðið? Hlaup í skarðið, það var þessi rúmina. Og svo endar þetta allt á fótboltaleik milli stelpu og stráka. Já, stelpu bera róla. Lyktin inni, ég finna bara svona ferska lofti kemur inn. Melóna, sítróna. Þetta er ekki banani, þetta er sími. Og hinum einn er banani og jarðarber og eitthvað. Já, ok. Við erum sérst á fyrsta dekki í bananamegin. Þetta er svona white trash. Hérna er svona skilti, hérna er svona útskýringar. Við erum hér. Þetta er bara allan seðilinn á Maxim. Svo hérna er kardekk. Maxim à la carte. Já. Það slá. Það er rækspyrli. Nei, rækspyrli. Ég hef aldrei komið í lyfta sem speglarnir eru svona rétt fyrir hann augun á mér. Ég sé ekki neitt. Já, ég er komin í lyftina núna. Já, segja frá hérna skemmtilegt. Við getum farið að horfa á Hits sem er 1 klukkutíma og 58 mínútur sem segir hérna. En ef við höfum farið á hana korter í 12 þá hefði tímanum flíkað flýtt 1 klukkutíma, þannig að myndin er rauninni 2 tímar og 58 mínútur. Hver þolir Will Smith í 3 tíma, þannig að ég held ég sleppi að fara á myndina. Kostar líka 6 €. Új, hvað segir Þeir eru söndag. Slipper í verð vett, þannig að við skulum ekkert... Bara mjög mikið. Er þetta bara ráða? Er þá mikið bjór í sjónum, þá fer fólk að hoppa miklu meir í sjóun og það verður bara bjórsjór. Er þetta panorama? Sko, nei, þetta er söndekk, þetta er eitthvað vitlaust, þetta er eitthvað vitlaust stilt eða eitthvað. Panorama? Það er eiginlega bara opið, veist. Ógeðsleg rigning. Já. Vá, ég næ. Þetta var Herdís nær upp loftið. Næsti. Og hefur hún... Jú. Ótrúlegt. Dörgar náðu upp til lofts. Já, maður gleyðir það. Eða bara kúkar í hvað skilur bara hans taska. En hennar er taska. Við erum hérna stattir á erfiða internetferðalagi sem við erum búin að taka mikið á. Þetta voru mjög erfitt. Núna erum við komin á ball upp á 7. tilfari. Nota bene, við erum á 1. tilfari. Og kíkja aðeins á stemminguna hérna. Kíkt á stemminguna. Ef það væri hægt að sigla til alla landi í Evrópu, þá myndum maður ekki fara í Interrail. Þetta er málið held ég. Oh yeah!
Bye!